Settur sameiginlegur fundur Reykjavíkurráðs ungmenna og borgarstjórnar Reykjavíkur 27. febrúar og hefst núna rétt rúmlega klukkan 3. Tillögun fundarins þannig að í upphafi tekur borgarstjóri fyrstur til máls. Þegar við göngum til dagskrá hefur einn borgarfulltrúi heimild til að taka til máls undir hverjum lið og skal ræðutími ekki vera lengur en 5 mínútur. Tími til andsvara hins vegar 1 mínúta. Og þá göngum við til dagskrár og tökum fyrir fyrstu tillögu sem tillöga fulltrúa Ungmennaráðs Breiðholts samspil íslenskukennslu fyrirgefið. Ég ætla að bjóða borgarstjóra að taka fyrst til máls. Gjörðu svo vel og afsakaðu. Ágæti forseti, ekkert að afsaka. Háttvirt Reykjavíkurráð ungmenna, háttvirt borgarstjórn, velkomin í Ráðhús Reykjavíkur. Það frábært þegar þessir tveir hópar hittast og mætast hér í borgarstjórnarsalnum þar sem borgarstjórnin heldur sína reglulegu fundi. Þessi salur ekki í daglegri notkun heldur notaður fyrst og fremst þegar við tökum stefnumarkandi ákvarðanir eða aðrar ákvarðanir fyrir hönd borgarinnar. En hafa verið vettvangur árlegra funda borgarstjórnar og Reykjavíkurráðs ungmenna síðan 2002, þannig að þetta í 17. sinn sem við hittumst hér á þessum vettvangi. Markmiðið með þessum fundum að búa til sameiginlegan vettvang ungs fólks og borgaryfirvalda, tækifæri fyrir fulltrúa ungs fólks til að koma skoðunum sínum og tillögum á framfæri við borgaryfirvöld, taka þannig þátt í lýðræðislegum vinnubrögðum og þroska lýðræðið í borginni. Við þurfum ekki að horfa mikið í kringum okkur í heiminum til þess að átta okkur á því að lýðræði eða samtal frekar en ógnanir og ofbeldi ekki eitthvað sem við getum gengið að sem gefnu og lýðræði og samtal þess vegna eitthvað sem við verum að rækta í samfélaginu og undirstrika hvernig það virkar að allir átti sig á því að lýðræði og samtal getur verið eða virst allavega tafsamt ferli sem margir þurfa að koma að, ákvarðanir þurfa að vera vel undirbúnar og rökstuddar. En þannig hefur reynslan sýnt gott að þróa samfélag í eins breiðri samstöðu og hægt og þessir fundir hafa verið mjög mikilvægir fyrir borgarstjórn til þess að ýta áfram mörgum framfaramálum sem að brenna á ungu fólki. Það líka mikilvægt og kannski ástæða til að vekja athygli á því að það hefur verið töluvert í umræðunni undanfarin misseri og ár að það mikilvægt að kjósa og taka þátt í sveitarstjórnarkosningum, alþingiskosningum og forsetakosningum. Við höfum deilt áhyggjum með ungu fólki, bæði Reykjavíkurráðinu en líka fulltrúum framhaldsskólana og stúdenta að svo virðist sem að kosningaþátttaka ýmissa hópa þar á meðal ungs fólks hafi verið heldur á undanhaldi og því viljum við snúa við því að það einfaldlega staðreynd að ef að ungt fólk mætir ekki og kýs að þá það eitthvað annað fólk sem ræður mestu. Og þess vegna ættu allir sem að brenna fyrir málefnum ungs fólks að leggja áherslu á góða og virka kosningaþátttöku þeirra sem yngri eru. Við vonum að þessi umræða muni skila sér í góðri þátttöku í borgarstjórnarkosningunum í vor og sem flestir nýti sér kosningarétti. Þessi fundur sjálfsagt ágætur fyrir Reykjavíkurráð ungmenna en hann ennþá betri fyrir borgarstjórn og borgarfulltrúa. Ég held að það sé mjög hollt fyrir okkur sem fulltrúa að heyra á hverjum tíma þær hugmyndir sem eru efstar á baugi og tillögur hluti sem geta gert borgin okkar enn betri fyrir Reykvíkinga. Að þessu sinni leggur Reykjavíkurráðið fram 7 tillögur. Það ánægjulegt að sjá hvað þær eru vel hugsaðar og undirbúnar.
Það miða allar á einn eða annan hátt að samfélagslegum umbótum, að þróa samfélagið til betri vegar og kallast reyndar býsna margar á við það sem við á vettvangi borgarstjórnar höfum verið að fást við og skilgreina sem brýn verkefni. Þar mætti í raun taka dæmi af öllum tillögunum en við höfum til dæmis verið að vinna mjög mikið varðar stöðu barna af erlendum uppruna, lýðheilsumál og þannig mætti áfram telja. Þannig að tillögurnar samspil íslenskukennslu og aðstoð við heimanám fyrir börn og foreldra af erlendum uppruna, aukna geðheilbrigðisþjónustu og sálfræðiaðstoð í grunnskólum að sameiginleg viðbragðsáætlun við kynferðislegu ofbeldi fyrir alla grunnskóla og frístundamiðstöðvar borgarinnar verði unnin og hversu mikilvægt það að auka aðgengi ungmenna að líkamsrækt og hreyfingu hefði allt eins geta verið fluttar af borgarfulltrúum á hefðbundnum fundum borgarstjórnar en hér þessi mikilvæg og skarpi fókus á ungt fólk og þeirra hag. Mér langaði áður en við vindum okkur í tillögu ársins að fara yfir það hvernig borgarstjórn hefur fjallað tillögurnar frá því fyrra. Alls voru bornar upp 9 tillögur sem sneru að hagsmunamálum ungs fólks. Í fyrsta lagi var lagt til að skóla- og frístundasvið úthlutuðu árlegum styrk frá og með næsta fjárhagsári til allra ungmennaráða sem myndi nýtast ungmennum á einn eða annan hátt í viðkomandi hverfi. Það var Elínborg Una Einarsdóttir frá ungmennaráði Breiðholt sem lagði fram tillöguna. Hún var send til skóla- og frístundaráðs sem lagði til að þetta yrði gert í tengslu við fjárhagsáætlun ársins og það var samþykkt. Þannig að núna eru 3 milljónir króna inn á fjárhagsáætlun og til útfærslu hjá Reykjavíkurráði ungmenna. Í öðru lagi var lagt til að farið væri yfir verklag vegna móttöku flóttamanna og umsækjenda alþjóðlega vernd, að fræðsla yrði aukin málefni þessara hópa og skilgreind og tryggð nauðsynleg þjónusta fyrir flóttafólk og umsækjendur alþjóðlega vernd. Regína Greta Pálsdóttir frá ungmennaráði Kjalarness lagði fram tillöguna. Henni var vísað til borgarráðs sem samþykkti hana og sendi hana til mannréttindaskrifstofu sem gerði hana að hluta af nýrri stefnu Reykjavíkurborgar í málefnum innflytjenda, flóttafólks og hælisleitenda fyrir 2017 til 2022. Sú stefna hefur farið í fyrri umræðu borgarstjórn, núna í kostnaðarmati og líklega að koma inn hér á næstu vikum í síðari umræðu. Þriðja tillagan var frá ungmennaráði Laugardals, Háaleitis og Bústaða sem lagði til að skóla- og frístundasvið legði fram tillögur fyrir árslok 2017 hvernig unglingar geti komið að og verið ráðgefandi við ráðningar hlutastarfsmanna í félagsmiðstöðvum borgarinnar. Það var Sigríður Halla Eiríksdóttir sem lagði fram tillöguna og var henni vísað til meðferðar skóla- og frístundaráðs sem samþykkti 11. október síðastliðinn að fulltrúar til dæmis unglingaráðs viðkomandi félagsmiðstöðva geti komið að gerð auglýsinga þegar auglýst er eftir starfsfólki á félagsmiðstöðvum og að fulltrúar ungmenna geti jafnframt lagt fram óskum að tilteknum spurningum verið beint til umsækjanda í ráðningarviðtali. Í fjórða lagi var lögð fram tillaga Alex Snæs Baldurssonar frá ungmennaráði Laugardals, Háaleitis og Bústaða að Reykjavíkurborg gæti jafnræðis hvað varðar opnunartíma félagsmiðstöðva í borginni og að lágmarki verði opið 3 kvöld í viku í öllum félagsmiðstöðvum frá og með hausti 2017. Þetta náði reyndar ekki inn fyrir hausti 2017 en var samþykkt í síðustu fjárhagsáætlun fyrir þetta ár í kjölfar á umfjöllun skóla- og frístundaráðs tillöguna. Þannig að þetta á að komast í gagnið. Í 5. lagi þá mælti Embla Eir Indriðadóttir fyrir því frá ungmennaráði Miðborgar og Hlíða að skóla- og frístundasvið myndi auka og bæta hinseginfræðslu í grunnskólum ekki seinna en á þessu skólaári. Tillagan var samþykkt og vísað til skóla- og frístundasviðs. Skóla- og frístundasvið hefur fundað þetta með skólastjórum því að þetta hefur staðið til boða í tengslum við samning borgarinnar og samtakanna 78 þar sem var lagt að skólastjórum að þiggja þessa fræðslu. En við höfum líka endurnýjað samningi við samtökin 78 til þess að hnykkja á þessu og þróa fræðsluna þannig að hún nýtist
eins vel og unnt Í 7. lagi flutti Arndís María Ólafsdóttir frá Ungmennaráði Vesturbæjar tillögu þar sem lagt var til að mötuneyti grunnskólana auki úrval grænmetis og veganvalkosta og tryggja að innihaldslýsing matvæla sé aðgengileg nemendum og foreldrum ekki síðar en á þessu skólaári. Samþykkt var að vísa tillögunni til meðferðar hjá starfshópi matarstefnu sem að ljúka sinni tillögugerð og samkvæmt upplýsingum frá formanni starfshópsins verður þetta ein af þeim tillögum sem hópurinn mun leggja fram þegar hann skilar af sér. Með þess má raunar geta að fjöldi skóla hefur verið að taka upp salatbari og bæta aðgengi að fleiri valkostum í mat. Í 7. lagi lagði Sindri Smárason fram tillögu frá Ungmennaráði Árbæjar og Holta að borgarstjórn samþykki að nýta hluta fjárveitingu Reykjavíkurborgar til strætó til að niðurgreiða strætókort fyrir börn og bjóða upp á þann valmöguleika á þessu ári. Þeirri tillögu var vísað til skóla- og frístundasviðs sem samþykkti að taka upp viðræður við forsvarsmenn strætó leiðir til að auka enn frekar nýtingu barna og ungmenna á strætó. Þar verður meðal annars horft til samstarfs frístundakstur og sérstaklega skoðað leiðir til að draga úr kostnaði barna og ungmenna í borginni við að nota strætó. Fulltrúar íþrótta- og tómstundasviðs og skóla- og frístundasviðs taki þátt í viðræðum við strætó. Og þetta tengist nú svolítið 8. tillögunni sem var frá Helenu Sif Gunnarsdóttur frá sama ungmennaráði það að borgin stæði fyrir reglum opnum fundum með ungmennaráðum borgarinnar og stjórn strætó og verði fyrsti fundurinn hausti 2017. Reykjavíkurráðið hefur þegar fundað með framkvæmdastjóra strætó og stjórnarformanni og samþykkt að slíkur fundur verði haldinn árlega. Nú þá að síðustu kom Karítas Bjarkadóttir frá Ungmennaráði Grafarvogs með þá tillögu að Reykjavíkurborg bjóði upp á fagmannlega geðfræðslu fyrir nemendur á mið- og unglingastigi í grunnskólum borgarinnar frá með hausti 2019 með stuðningi skóla- og frístundasviðs. Það var lögð fram breytingartillaga á fundinum þar sem var undirstrikað að heilsugæslan kæmi að þessu líka og þessi mál verða áfram í deiglunni á þessum fundi. Það mikil vakning í umræðu andlega líðan og geðsjúkdóma meðal ungs fólks á öllum skólastigum og við höfum mikinn áhuga á því að vinna að framgangi þeirra mála. Ég hef rætt við heilbrigðisráðherra sem með þetta til skoðunar sérstaklega gagnvart framhaldsskólunum. Sálfræðingarnir sem við höfum haft á okkar snærum hafa mjög mikið verið í greiningum ýmiss konar en kannski ekki meðferð og spurning hvernig heilsugæslan geti komið inn í þetta þannig að við búum til heildstæða þjónustu þegar kemur að geðsjúkdómum og andlegri líðan fyrir þá sem það þurfa. Ef að ekki hugað að þessu þá getur þetta verið falið vandamál og sú mikilvæga opnun sem ekki síst ungt fólk stendur fyrir í umræðum þessi mál ofboðslega mikilvægt til þess að það verði ekki. Ég ætla bara að endingu að fá að þakka og ítreka þakklæti fyrir að fá að vera með ykkur hérna í dag, fara yfir málin eins og þau standa sínu fyrra og hlakka til að heyra og taka þátt í umfjöllun það tillögu sem þið leggið hér fram. Takk fyrir að gera borgina betri. Þá hefur borgarstjóri lokið máli sínu og þá göngum við til dagskrár og tökum fyrir fyrsta mál sem tillaga fulltrúa í Ungmennaráði Breiðholts samspil íslensku kennslu og aðstoðar við heimanám fyrir börn og foreldra af erlendum uppruna og þá tekur tillögu flytjandi Elín Borg Una Einarsdóttir til máls. Og greinargerð fylgir tillögunni. Borgarstjóri, forseti borgarstjórnar, Reykjavíkurráðs meðlimir, borgarfulltrúar og aðrir gestir. Það fór eflaust fram hjá fáum sem fylgjast með fréttum að á dögunum birtist ný skýrsla norrænu ráðherranefndarinnar þar sem dregin var fram alvarleg staða menntamála hér á landi miðað við nágrannalöndin. Þetta engar nýjar fréttir enda þessi skýrsla unnin upp úr niðurstöðum PISA-prófa sem legið hafa fyrir frá árinu 2015 og síðustu vikur hefur mér oft fundist við endurtaka nær nákvæmlega sömu umræðu og þegar niðurstöður prófanna koma út á sínum tíma.
Aftur á móti þótti mér einn hluti bætist inn í umræðuna sem ég man ekki eftir að hafa verið áberandi 2015. Og það svo staðreynd að einkunnir innfæddra nemenda á meðaltali 23% hærri en einkunnir aðfluttra nemenda og þetta hlutfall mun hærri en það sem við sjáum á nágrannalöndunum. Þetta þykir mér vægast sagt ömurlegar fréttir. Það þýðir að skólakerfi okkar sé ekki nógu vel sniðið að þessum hópi landsmanna en rúmlega 10 hver nemandi í skólum borgarinnar tilheyrir einmitt þessum hópi. Þarna myndist gap sem á eftir að fylgja þessum nemendum og meðal annars verða til þess að þeir eru líklegri til að falla út úr námi. Þessu brýnt að bregðast við sem allra fyrst og við ungmennaráði Breiðholts leggjum til að borgarstjórn samþykki að fela skóla- og frístundasviði að standa fyrir átaki fyrir fjölskyldur sem eru á erlendu bergi brotnar sem felist í því að 1 til 2 í viku geti innflytjandi börn undir 18 ára ásamt foreldrum sínum sótt námskeiða sem börnin fá aðstoð með lærdóminn á sama tíma og foreldrarnir fá íslenskukennslu. Hluti af bilinu milli innfæddra barna og aðfluttra í námi stafar eflaust af því að aðfluttu börnin fá mjög takmarka aðstoð við lærdóminn heima fyrir vegna skorts á íslenskukunnáttu. Við teljum að átak sem þetta væri viðbragð við því. Ég geri mér fulla grein fyrir því að með þessari tillögu erum við alls ekki að finna upp hjólið enda algjör óþarfi að vera alltaf að því. Rauði krossinn stendur til dæmis í samstarfi við borgina fyrir vikulegri heimanámsaðstoð á bókasöfnum borgarinnar og væri tilvalið að vinna þetta verkefni í samstarfi við þau. Árið 2015 stóð mennta- og menningarmálaráðuneytið einmitt fyrir umfangsmikilli úttekt á íslenskukennslu fyrir fullorðna sem eflaust var hægt að nýta við undirbúning átaksins. Tillaga okkar felur einfaldlega í sér að sameina þessa 2 þætti, íslenskukennsluna og lærdómsaðstoðina, gera þessa þjónustu mun sýnilegri og eins aðgengileg og völ er á. Á sama tíma viljum við virkja ungmenni sem standa námslega vel að vígi til að hjálpa til við lærdómsaðstoðina undir handleiðslu fagaðila og að þessir nemendur fengi vinnu sína metna til eininga eða vals í grunnskólum. Algjört lykilatriði væri að þessi þjónusta væri algjörlega gjaldfrjáls þeim sem sækja myndu hana og undirbúningur átaksins væri unnin í nánu samstarfi við innflytjendur. Kæra borgarstjórn, við eigum ekki að hafa það að markmið að ná nágrannalöndunum þegar kemur að stöðu innflytjenda í námi. Nei, við eigum að gera það kröfu á okkur að vera brautryðjendur og sýna fordæmi þegar kemur að því að skapa jöfn tækifæri fyrir alla landsmenn í námi. Þar eigum við langt í land og erfitt verkefni fyrir höndum en þetta átak að minnsta kosti byrjunin. Takk fyrir. Nú hefur Elín Borg Una Einarsdóttir fulltrúi ungmennaráðs í Breiðholti lokið máli sínu og þá tekur borgarfulltrúi Skúli Þór Helgason næstu til máls. Ágætu fulltrúar í Reykjavíkurráði ungmenna, mjög gaman að vera með ykkur hér á þessum fundi og ykkar félögum og aðstandendum sem eru hér á pöllunum. Þetta alltaf hátíðastund á hverju ári þegar við komum saman og eigum þetta samtal og það hefur skilað sem betur fer, heilmiklu eins og borgarstjóri fór yfir í sínu máli hér í byrjun. Og ég vil þakka Elín Borgu Unu Einarsdóttur kærlega fyrir þessa tillögu sem prýðileg og snertir á afar mikilvægu máli sem þörf fyrir aukna og betri þjónustu við börn með annað móðurmál en íslensku og þeirra foreldra. Og það hárrétt eins og kom fram í máli Elín Borgar að PISA-könnunin sem hefur verið í umræðinu upp á síðkast, hún hefur einmitt sýnt fram á verulegan mun á námsárangri, bæði þeirra sem eru innfæddir hér heima og hinna sem flytja hingað til lands eða eru að minnsta kosti af erlendum uppruna en reyndar líka milli nemenda í Reykjavík og höfuðborgarsvæðinu annars vegar og nemenda á landsbyggðinni hins vegar. Og þar standa reykvísku nemendurnir býsna vel og margtækt betur heldur en nemendur annars staðar á landinu. Nú reyndar rétt að hafa í huga eins og Elín Borg Una kom inn á að nýjasta PISA-könnunin 30 ára gömul og það hefur sem betur fer ýmislegt jákvætt gerst í þessum efnum síðan. Nefni nokkra hluti, vorið 2015 samþykktum við hér í borgarstjórn tillögur frá sérstökum starfshópi sem var settur saman til þess að vinna að móðurmálskennslu barna af erlendum uppruna og þaðan komu tillögur að það eru ráðnir sérstakir starfsmenn sem myndu sinna bæði móðurmálskennslunni en líka því sem hefur verið kallað brúarsmíði sem gengur út á að aðstoða þessa nemendur við að aðlagast íslensku eða reykvísku skólaumhverfi því að auðvitað getur það verið býsna framandi fyrir þá sem eru langt að komnir. Og þessir starfsmenn eru teknir til starfa og vinna í samstarfi við fyrirbæri sem heitir Miðja máls og læsis og sérstaklega að einbeita sér að læsismálum og stuðningi við nemendur sem þurfa þar aukna þjónustu.
Grunnurinn að þessu öllu er vönduð fjölmenningarstefna borgarinnar sem var samþykkt vorið 2014 og hún hefur reynda verið lofuð af erlendum fræðimönnum bæði frá Norðurlöndum og Kanada sem bæði mjög framsækin og vönduð stefna sem að sé til fyrirmyndar og muni svona kom í veg fyrir það að við gerum kannski sömu mistök og margar þjóðir í kringum okkur hafa gert í þessum málaflokki. Konkrétt vil ég nefna líka að fjármagn til íslenskukennslu fyrir börn af erlendum uppruna það hefur verið tvöfaldað með ákvörðun sem að hér var tekin og innleidd 2017. Það var þannig að þetta voru svona 300-400 börn sem að fengu á hverju ári íslenskukennslu þó að mun fleiri þyrftu á þeirri þjónustu að halda en núna fjöldinn komin yfir 2100 nákvæmlega. Sömuleiðis í leikskólanum var tekin ákvörðun að tvöfalda fjármagn í það sem var kallað fjölmenningarlegt leikskólastarf og það einmitt verið að úthluta því núna þessar vikurnar. Starfið sjálft líka miklu markvissara. Áður var það þannig að það var leikskólarnir til dæmis fengu fjármagn sem var úthlutað svona nokkuð jafnt á börn af erlendum uppruna en núna það þannig að öll börn fari í gegnum málkönnunarpróf, það meti hvar þau standa. Þau sem að verst standa koma verst út úr prófunum, þau fá þá mestan stuðning, eðlilega. Því sem betur fer það þannig að við erum með mörg börn af erlendum uppruna sem að standa býsna vel, námslega og ég man eftir nokkrum sem hafa fengið íslensku verðlaun skóla- og frístundaráðs, til dæmis núna í vor í Hörpunni. En aftur að tillögunni, ég held að hún geti verið mjög góð viðbót við það sem að verið að gera í þessum málaflokki. Hún rímar býsna vel við verkefni Heilarhristing sem að Borgarbókasafnið heldur úti og hefur starfrækt í nokkur ár í góðu samstarfi við skóla- og frístundasvið en þar boðið upp á heimanámsaðstoð fyrir nemendur í 5. til 7. bekk. Og ef við veltum fyrir okkur mögulegri útfærslu þá mætti til dæmis byrja á því að fara í tilraunaverkefni með 2, jafnvel fleiri grunnskólum eða skólahverfi í borginni þar sem boðið upp á skipulagða heimanámsaðstoð fyrir nemendum með annað móðurmál en íslensku og slíkt verkefni mætti útfara í samvinnu til dæmis kennara í íslensku og nemenda, þannig að það jafnvel í höndum ungmenna í viðkomandi skóla sem hafa góða tök á námsefninu að sjá þessa þjónustu, heimanámsaðstofuna og fengju jafnvel einingar fyrir eða sem valáfanga. Síðan það foreldrafræðslan og það þarf að rýna þar sérstaklega hvernig best væri að útfæra hana. Líklega erfitt að samræma þetta á sama tíma því að heimanámsþjónustan væntanlega færi fram á skólatíma þegar að foreldrarnir í vinnu. En við eigum mjög gott samstarf við móðurmálssamtökin sem að kenna móðurmál í 20 tungumálum og mögulega, og ég held að það væri mjög skynsamlegt að leita samstarfs við þau að útfæra þessa íslenskukennslu fyrir foreldra. Þannig ég legg til að við vísum tillögunni til skóla- og frístundasviðs þar sem að fjölmenningarteymi sviðsins myndi taka hana og útfæra hana og leggja hana fram til endanlegrar afgreiðslu og samþykktar. Þá borgarfulltrúi Skúli Þór Helgason lokið málinu og þá ekki fleiri á mælendaskrá undir þessum dagskrárlið. Skilur forsætis það svo að vísa þessu til skóla- og frístundasviðs eða skóla- og frístundaráðs. Ráðs, það ekki, eins og hefur verið. Já. Þá ber ég það hér upp, eru allir fulltrúar þessara fundar inn í þessum sal. Ég óska eftir því að borgarfulltrúar og ungmennaráðsfulltrúar gangi inn í sal því ég ætla að bera upp þessa tillögu. Fólk í sjónvarpsviðtölum. Við hingrum bara örlítið. Jæja, þá göngum við til afgreiðslu. Þá vantar einn, eru allir inn í. Það vantar einn ungmennaráðsfulltrúa, en þá ekki satt.
þá það lagt til hér á þessum fundi að tillögu þessari verði vísað til meðferðar inn í skóla- og frístundaráðs. Þeir sem að samþykkja það gefi merki. Það telst samþykkt samhljóma. Við förum í annan dagskrárlið og tökum fyrir tillögu fulltrúa í ungmennaráði Kjalarness gjaldfrjáls námsgögn fyrir 16 til 18 ára nemendur í framhaldsskólum. Þá tekur tillögu flytjandi Regína Greta Pálsdóttir, fulltrúi í ungmennaráði Kjalarness, fyrst til máls. Ágæti borgarstjóri, meðlimir borgarráðs og aðrir gestir. Við í ungmennaráði Kjalarness erum þakklátt fyrir að fengi tækifæri til að koma þeim málefnum sem brenna okkur á framfæri og þann skjóta framgang sem þau hafa fengið innan borgarinnar. Ungmennaráði Kjalarness fagnar þeirri ákvörðun borgaryfirvalda að frá haustinu 2018 skuli námsgögn allra nemenda í grunnskólum höfuðborganna verða gjaldfrjáls. En við viljum jafnframt hvetja ykkur áfram að ganga enn lengra og gera námsgögn gjaldfrjáls fyrir alla nemendur sem teljast enn vera börn. Menntun sjálfsögð mannréttindi og börn og foreldrar eiga ekki að bera kostnað af skólagögnum. Kostnaður við skólagögn eykst ár frá ári og við unglingsaldur getur hann hlupið á tugum þúsunda. Lagaleg skilgreining á barni einstaklingur sem undir 18 ára og við teljum að nauðsynlegt sé að allir sem teljast enn vera börn fá gjaldfrjáls námsgögn til þess að geta haldið námi sínu áfram þegar grunnskóla lýkur. Í 28. grein barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna kveðið skyldu aðildarríkja til að tryggja að öll börn geti notið sömu tækifæra til menntunar meðal annars með því að bjóða upp á ókeypis menntun. Í sömu grein kveðið á að koma þurfi í veg fyrir að nemendur hverfi frá námi og hætta að framhaldsskólanemendur flosni upp úr námi ef þeir þurfa að greiða fyrir dýr námsgögn. Það stendur til hjá Reykjavíkurborg að gera skólagögn fyrir grunnskólanemendur gjaldfrjáls en við viljum leggja til að fundi verði leið til þess að skólagögn fyrir þá framhaldsskólanemendur sem teljast enn sem vera börn verði einnig gerð gjaldfrjáls og þann hátt að borgin veiti þessum hópi skólastyrk sem myndi dekka kostnað við skólagögnin. Þá hefur Regína Greta Pálsdóttir lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá borgarfulltrúi Greta Björg Egilsdóttir. Forseti, borgarfulltrúar, Reykjavíkurráðsfulltrúar og aðrir gestir. Ég vil byrja á því að þakka fyrir þessar góðu tillögur sem að liggja hérna fyrir fundinum í dag og fagna því að þetta samráð og samtal skuli eiga sér stað. Og það mjög nauðsynlegt að við heyrum einmitt frá ungmennaráðunum í borginni og hvað þau telja verið brýn málefni varðar sinn aldurshóp. Og það mikilvægt einmitt að þeirra rödd heyrist í stjórnkerfinu og það ánægjulegt að þetta samráð skuli vera hér í 17. skipti. Ég vil byrja að þakka fyrir tillöguna frá fulltrúa ungmennaráðs Kjalarness og hún góð og gild, sérstaklega í ljósi þess að nú var nýverið sem að borgarstjórn samþykkti að veita grunnskólabörnum í borginni gjaldfrjáls námsgögn frá með haustinu 2018 eins og kemur fram í greinargerðinni með tillögunni. En einnig í ljósi þess að barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna eins og ungmennaráðsfulltrúin Regína Greta kom inn á hérna áðan að þá var hann lögfestur hér á landi árið 2013 og nú hluti af íslenskri löggjöf. Barnasáttmálinn leggur þær skyldur á meðal annarra á aðildarríkin að tryggja réttindi barna þegar kemur að menntun og tryggja jöfn tækifæri og þar kemur réttilega fram í 28. grein eins og hún Regína Greta, ungmennaráðsfulltrúi kom inn á hérna áðan að aðildarríkjunum bera skylda til að koma á grunnmenntun sem allir geta notið gjaldfrjálst. En þessi grunnmenntun sem skylda hérna á Íslandi fer fram í grunnskólanum og tekur til einstaklinga á aldrinum 6 til 16 ára og sveitarfélögunum því skylt að fylgja eftir sáttmálanum og í rauninni að tryggja þetta fullu með þessum gjaldfrjálsu námsgögnum. Í 28. grein B einnig komið inn á framhaldsmenntun og ég fæ að með leyfi forseta
að þar stendur að aðildarríki ber að stuðla að þróun ýmiss konar framhaldsmenntunar, þar á meðal almennrar menntunar og starfsmenntunar, veita öllum börnum kost á að njóta hennar og gera aðrar ráðstafanir sem við eiga, svo sem með því að veita ókeypis menntun og bjóða fjárhagslega aðstoð þeim sem hennar þurfa með. Tilvitnun lýkur. Eins og þessi grein gefur til kynna þá ber að veita þeim börnum sem að stunda framhaldsnám fjárhagslega aðstoð þarfnustu hennar. En í reglum Reykjavíkurborgar fjárhagsaðstoð, nánar tiltekið í 18. grein, að finna heimild til þess að veita tekjulágum foreldrum fjárhagsstyrk vegna náms barna þeirra sem eru 16 og 17 ára og eru í námi. Þessi heimild miðar við tekjulág foreldra sem átt hafa við langvarandi fjárhagslega erfiðleikastíða og miðað við að aðstoða þá bæði með áætlaðan bókakostnað og skólagjöld. Og eru aðstæður beggja foreldra kannaður áður en slíkur styrkur veittur. Þannig að það heimild í reglum borgarna til að aðstoða foreldra sem eiga börn á aldrinum 16 til 17 ára sem stunda nám í framhaldsskóla fjárhagslega aðstoð með námsgögn séu aðstæður þannig. Hins vegar það svo að menntun barna í framhaldsskólum hér á landi á vegum Íslenska ríkisins, það sem sagt ekki á höndum sveitarfélagana, framhaldsskólarnir og menntun á framhaldsskólastigi og flokkast sem sagt aðstoð vegna námsgagna því í framhaldsskólum ekki undir markmið félagsþjónustunnar sem snýr að sveitarfélögunum. En ég legg til að við vísum tillögunni til velferðarráðs og fáum þau til þess að rýna hvort að þau börn sem eru á aldrinum 16 og 17 ára og þurfa svo sannarlega á fjárhagslegri aðstoð að halda til þess að stunda framhaldsnám sé ekki örugglega að fá þá aðstoð. Takk. Þá borgarfulltrúi Greta Björg Egilsdóttir lokið máli sínu og þá berum við málsmeðferð tillögunnar upp að vísa henni til meðferðar til velferðarráðs. Þeir sem samþykkja það gefi merki. Það telst samþykkt samhljóma. Þá tökum við fyrir þriðja mála á dagskrá sem tillaga fulltrúa í ungmennaráði Laugardals, Háaleitis og bústaða heilbrigðisþjónustu og sálfræði aðstoð í grunnskólum. Og þá tekur til máls tillöguflytjandi Embla Nótt Pétursdóttir til máls. Ágæti borgarstjóri, forseti borgarstjórnar, Reykjavíkurráðsmeðlimir og aðrir fundargestir. Fyrir 2 árum lagði ungmennaráð Laugardals, Háaleitis og bústaða til borgarstjórnar þá tillögu að skóla- og frístundasvið í samstarfi við velferðarsvið bið upp á gjaldfrjálsa sálfræðiaðstoð í grunnskólum. Við viljum ítreka þá tillögu. Kvíði í börnum og ungmennum hefur aldrei verið meiri. Árið 2009 voru 7,1% stúlkna og 4,1% drengja í 9. bekk á höfuðborgarsvæðinu með kvíða samkvæmt mælingum úr þjónustumiðstöð Breiðholts en 26% stúlkna og 10,4% drengja árið 2015 og þessi tala hefur farið sífellt hækkandi. Algengustu kvíðaraskanir sem koma fram í bernsku og unglingsárum eru almenn kvíðaraskun, þráhyggju- og árátturöskun, felmturöskun, áfallastreituröskun, aðskilnaðar kvíðaraskun og félagsfælni. Ef ekkert gert við þessum kvíða getur hann þróast í þunglyndi, alvarlegur sjúkdómur sem fáir skilja almennilega. Við erum ekki að tala að vernda ungmenni frá því að upplifa neikvæðar tilfinningar. Það eðlilegt og maður getur orðið sorgmæddur af mörgum ástæðum. Allt frá því að missa einhvern náinn eða bara vera úti í vondu veðri geta kallað fram neikvæðar tilfinningar. Stundum verður maður leiður út af engu en svo líður stundum hjá og þessar tilfinningar hverfa. Þunglyndi öðruvísi á þann hátt að það hverfur ekki bara vegna þess að þú biður fallega. Það læknisfræðilegur sjúkdómur sem hefur mikil áhrif á getu manns til að læra, vinna, leika og elska. Einkenni þunglyndis eru mörg og alvarleg, til dæmis áhuguleysi á því sem manni finnst venjulega skemmtilegt, breytingar á matarlyst, að finnast maður vera einskis virði, of lítill eða of mikill svefn, ekki næg einbeiting, eirðarleysi, lítil orka og síendurteknar hugsanir sjálfsvíg. Tala kvíða hefur verið mikið undanfarin ár. Við heyrum talað það í fréttum, samfélagsmiðlum og við matarborð á kvöldin en það hjálpar okkur ungmennunum ekki að fullorðið fólk tali bara saman. Það þarf að gera eitthvað. Nú þið örugglega að velta fyrir ykkur hvort ég veit ekki af skólasálfræðingnum sem nú þegar til staðar. Vist veit ég af honum en ég hafði ekki heyrt á hann minnst fyrr en ég spurði skólastjórnendur sérstaklega á því.
Bekkjarsystkini mín höfðu heldur enga hugmynd hann væri til staðar þegar ég spurði þau hann. Til skólasálfræðings bara hægt að fara ef alvarlegt vandamál að ræða og þá aðeins ef manni vísa sérstaklega til hans. Okkar hugmynd að hafa einhvern sem krakkar geta talað við litlar jafn sem stórar áhyggjur án þess að gera mikið mál úr því. Okkar hugmynd hvernig mætti útvega það væri til dæmis að ráða sálfræðing sem kæmi í skóla einu sinni til 2 í viku. Hann þyrfti að vera sýnilegur og bera þagnarskyldu nema lög kveða á annað eins og misnotkun væri að ræða. Ungmenni eiga oft erfitt með að viðurkenna kvíðatilfinningar sínar og hafa oft ekki getu til að skilgreina þær. En með hjálp fagaðila, það sálfræðing án milliliða, teljum við að lausn finnist áður en vandamáli verði orðið of alvarlegt. Við vonum að borgarstjóri skilji alvarleika málsins og finni leið til að hjálpa okkur að minnka líkur á geðrænum sjúkdómum hjá ungmennum í framtíðinni. Takk fyrir mig. Þá hefur Embla Nótt Pétursdóttir lokið máli sínu og þá hefur einn ungmennaráðsfulltrúi óskað eftir því að veita andsvar við ræðu Emblu og það Aldís María Björnsvel. Ég ætlaði bara að fá að taka fram hvað mér finnst þetta algjörlega frábær tillaga og alveg reynd afskaplega nauðsynlegt málefni og þarft á að taka á þessu öll saman. Þá hefur Aldís María lokið við það að veita andsvar. Þá telst andsvörum lokið og borgarfulltrúi Skúli Þór Helgason næstur á mælendaskrá. Forseti, ágætu fulltrúar í Reykjavíkurráði ungmenna og borgarfulltrúar. Ég vil taka undir með síðasta ræðumanni. Þetta frábær tillaga og hún snertir á máli sem farið að skipta æ meira máli hjá okkur og það að við einblínum og skoðum betur hvað við getum gert til þess að stuðla að andlegu heilbrigði þeirra sem eru í skólaumhverfinu hjá okkur. Eins og framkom í máli hjá Emblu Nótt þá mikil og vaxandi umræða sem betur fer mikilvægi þess að vera með geðheilbrigðisþjónustu fyrir börn og ungmenni og það hárrétt að tengingin við brotthvarf, miklu meira brotthvarf framhaldsskólanemenda á Íslandi, að hún skýr þessa mundir og alveg ljóst í umfjöllun norrænu ráðherranefndarinnar vinnumarkaðinn og þar með menntamál að það eru æ fleiri af þeim sem hverfa úr námi sem að rekja brotthvarfi til aukins kvíða, þunglindis og annarra geðrænna þátta. Við erum með þannig fyrirkomulagi í Reykjavík að það annars vegar eru starfsmenn sem að vinna inn í skólunum, sjá sérkennslu og stuðning og hins vegar erum við með svokallaða skólaþjónustu sem að rekin á þjónustumiðstöðvunum og það þar sem að við höfum haft öflugar sálfræðingar sem að hafa bæði verið að sinna málefnum einstaklinga, einstakra nemenda og síðan hafa þeir það hlutverk að sinna skólunum sömuleiðis. Núna heilmikið samtal á milli skóla- og frístundasviðs annars vegar og velferðarsviðs sem rekur þessa skólaþjónustu að breyta áherslunum, auka gæði þjónustunnar og taka svolítið á þessu sem að borgarstjóri nefndi hér í sinni ræðu í byrjun að við höfum verið með kerfi þar sem að hefur verið mikil áhersla á greiningavinnu, á tímafreka greiningavinnu þessara sálfræðinga þar sem þeir hafa fengið nemendur til sín greint hver vandinn sé og síðan hefur verið þrýst á að fá meðferð sem að yfirleitt þá á vegum ríkisins, annarkvort heilsugæslunnar eða barna- og unglingageðdeildar. Vandamáli þetta að oft þarf að bíða lengi eftir þeirri þjónustu og biðin hún á sér stað í því umhverfi að það í raun og veru verið að bíða eftir því að vandinn verði nægilega mikill ef svo má segja til þess að það verði inngrip. Það þetta sem finnst mér mikilvægt við þessa tillögu og hún svolítið að bregðast við því að við þurfum að fá raunverulega þjónustu við börnin miklu fyrr áður en að vandinn verður orðinn það mikill að hann jafnvel orðinn illviðráðanlegur. Nú má segja að barátta Reykjavíkurráðs ungmenna fyrir 2 árum hafi skilað ákveðnum jákvæðum árangri sem að það byrjað að stíga ákveðin skrefi að breyta þessu kerfi. Mikilvægt nýmæli sem hófst fyrst í Grafarvoginum og síðan í Breiðholtinu að stíga út úr þessari áherslu á greiningar og inn í það að vera með þjónustu og núna kerfið þannig að
kennarar, skólastjórnendur, foreldrar geta óskað eftir viðtali vegna fyrir sín börn eða sína nemendur sem að þýðir að þeir eiga að geta fengið ráðgjöf sálfræðings en einnig óskað eftir því að nemandi fái 1 til 3 sálfræði viðtöl á vegum skólaþjónustunnar. Þetta komið og að gera að hvetja bæði ykkur til þess að miðla þessum upplýsingum og borgin þarf að gera meira af því að láta vita af þessu. En tillagan sem þið eru að leggja til í raun og veru að segja við ofan á þetta þyrftum við að bæta öðru fyrirkomulagi sem að væri þá meira starf, meira ígildi meðferðar sem að hingað til hefur verið á höndum ríkisins sem að kæmi þó ofan á þetta fyrsta stig. Og það mikilvægt því að vandinn í kerfinu í dag svo að börn eru í auknum mæli og ungmenni að detta á milli kerfa, fá kannski þessa grunnþjónustu, skólaþjónustunnar en síðan löng bið eftir raunverulegri meðferð. Og þetta mjög mikilvægt til þess að taka á þessu. Miðað við núverandi skipulag væri eðlilegast að þetta forvarnastarf væri hluti af skólaþjónustunni sem á vegum þjónustumiðstöðvanna en að hún færi samt fram út í skólanum sjálfum, þjónustan sjálf. Það mætti byrja á því að bæta við stöðugildum á þjónustumiðstöðvunum sem að sinntu þá vægum vanda barna og ungmenna, til dæmis kvíða, depurð og áfallastreitu. Og það mjög auðvelt að rökstyðja það að þetta myndi til lengri tíma leiða til sparnaðar ef að menn að velta því fyrir sér. Það að segja að skólaþjónusta myndi sinna forvörnum af þessu tagi til að koma í veg fyrir að ungt fólk þyrfti til dæmis að fara á fjárhagsaðstoð seinna meir eða þurfi annan og dýrari stuðning vegna þunglyndis, kvíða, vímuefnaneyslu, brotthvarfs úr framhaldsskólum og svo framvegis. Það eru góðir hlutir að gerast líka hjá ríkinu, það verið að auka sálfræðiþjónustu á heilsugæslunni og borgin og ríki í samvinnu svona útfærslu á því, en að því að tíminn búinn þá legg ég bara til að tillögunni verið vísað til velferðarráðs sem að fái umsögn skóla- og frístundaráðs í tengslum við þær breytingar sem að standa nú yfir í samstarfsviðana á skólaþjónustunni og fyrirkomulagi hennar. Þá hefur borgarfulltrúi Skúli Þór Helgason lokið máli sínu og þá hefur borgarstjóri óskað eftir því að taka til máls. Forseti, ágætu ungmennaráð og borgarstjórn, ég vildi bara örlítið koma inn í þetta því að tillöguflytjandi Embla Nótt beindi sérstaklega orðum sínum til mín sem ég þakka fyrir og vakti máls á því hvort að mér væri ljós alvarleiki málsins sem mér Ég reyndar í mínu fyrra starfi var ég læknir en hef lengi líka komið að rannsóknum á líðan barna og ungmenna og nákvæmlega eins og þú varst að benda á að þá sjáum við núna á síðustu árum að þá hefur sérstaklega orðið vart við það að kvíði að vaxa nokkur hratt, sérstaklega hjá stelpum. Og ég held að við þurfum að ávarpa það í gegnum leiðir eins og þið eru að leggja til hér, það að segja auka og skýra aðgengið að stuðningi og aðstoð. En ég held að við þurfum líka að ræða, við getum ennþá kannski bara að kalla það kenningar hvað valdi. Við þurfum að horfa að mínu mati á svefntíma. Við höfum verið að ræða það við landlæknisembættið og svona í lýðheilsusamhengi hvort að borgin eigi svipað að við gefum út leiðbeiningar útivistartíma, að gefa út leiðbeiningar svefntíma. Því að það algjörlega staðfest í öllum rannsóknum að of lítill svefn getur haft áhrif á kvíða og andlega líðan. Og númer 2, sem kannski nýrra og við höfum minna góðum rannsóknum, hvort að skjátími hafi áhrif við þessu. Það að segja að þá ekki bara að tala börn og ungmenn, heldur bara samfélagið heild, hvort að það að við verjum mjög miklum tíma, jafnvel líka á næturna í samfélagsmiðla og snjallsíma og annað geti haft áhrif á þessa mynd. Þetta finnst mér bara mjög mikilvægt og svo þróun sem við sjáum í gögnunum sannarlega alvarleg og ég held við þurfum að taka þessa umræðu þess vegna frá öllum þessum hliðum og líklega fleirum til viðbótar. Þá hefur borgarstjóri lokið máli sínu, þá hefur einn fulltrúi óskað eftir því að veita ansvar við ræðu borgarstjóra og það Arndís María. Gjörðu svo vel. Borgarstjóri
forseti og aðrir gestir. Að sjálfsögðu getur svefntími, skjátími og allt svona haft áhrif á vanlíðan, en einhvern veginn við verðum líka að taka tillit til þess að það getur líka bara verið meðfætt eða bara, einhver önnur ástæða fyrir því. Þannig í rauninni einhvern veginn að segja, já, væntanlega hægt að skoða það, en þetta samt alveg rosalega nauðsynlegt að einhvern veginn hafa aðstæðuna til þess að geta tala það, þó einhvern veginn ástæðan fyrir vanlíðan sé kannski einhver, þá samt nauðsynlegt að fá að tjá sig sína vanlíðan og láta sér líða betur með þeim hætti og já, taka bara tillit til að það gæti verið önnur ástæða fyrir því heldur en bara þessi nokkur hlutir. Takk fyrir. Þá Arndís María lokið við að veita andsvar við ræðu borgarstjóra, þá svarar borgarstjóri andsvari. Forseti, ágætu ungmennaráð og borgarstjórn, ég held að við séum bara alveg hjartanlega saman þetta. Ég held að það að hafa greiðan aðgang að samtali og þjónustu skipti verulega miklu máli. Það sem ég að tala varðandi þess að ytri þætti enga síður mikilvægt vegna þess að undirliggjandi veikindi, að það ekki líklegt að þau breytist svona hratt yfir tíma. Það líklega að þar komi inn einhverju ytri þættir sem að magna upp hjá þeim sem eru viðkomnir fyrir eða stakki hópinn og þess vegna held ég við þurfum að gera bæði. Bæði tryggja þetta aðgengi að þjónustu og nánari greiningu og stuðningi en við þurfum líka að ræða hvers vegna einhver breyting í samfélaginu. Við sáum þetta líka reyndar fyrir hrun þegar var svona uppgangur í efnahagslífinu að börnum leið verr heldur en eftir hrun þegar voru minni peningar í umferð, sérstakt eða skrítið. Þetta svolítið spennandi umræða en ég held að hún sé mikilvæg leið og við tryggjum aðgengið eins og þú segir. Þá borgarstjóri lokið við það að svara andsvari, þá telst andsvörin lokið. Við berum þá málsmeðferð vinna upp að vísa tillögu þessari til meðferðar inn til velferðarsviðs. Þeir sem að samþykja það gefi merki. Fyrirgefið velferðarráðs. Það telst samþykkt samhljóma. Þá förum við í fjórða mál á dagskrá sem tillaga fulltrúa í ungmennaráði Laugardals, Háaleitis og bústaða aukið aðgengi ungmenna að líkamsrækt og hreyfingu og þá tekur tillögu flytjandi Freyja Dögg Skjaldberg til máls. Ágæti borgarstjóri, forseti borgarstjórnar, Reykjavíkurráðsmeðlimir og aðrir fundargestir. Við í ungmennaráði Laugardals, Háaleitis og bústaða leggjum til að Reykjavíkurborg skapi aðstöðu fyrir ungmenni til að stunda líkamsrækt á eigin forsendum og ekki endilega með keppni í huga. Á okkar aldri í dag eru möguleikar líkamsrækt fáir. Einungis hægt að stunda íþróttir með íþróttafélagi mörgum sinnum í viku eða ekki. Margir upplifa að þegar þeir stundaðir íþróttir með félögum á þessum aldri aðalmarkmiðið að taka þátt í keppnum og skara fram úr. Það engin millileið í boði. Okkur þykir að það mætti bæta aðstöðu til almennar hreyfingu vegna þess að ekki hafa öll ungmenni tíma né áhuga sem þarf til að sinna skipulögðu íþróttastarfi, en langar samt að geta hreyft sig og haldið góðri heilsu. Góð heilsa jú mikilvæg fyrir alla aldurshópa og sérstaklega ungmenni, en mörg þeirra hætta æfingum hjá félögum á þessum aldri. Þess vegna leggjum við tillögu þess efnis að Reykjavíkurborg komi til móts með ungmenni bætta aðstöðu til almenna íþróttaiðkunar á eigin forsendum. Við teljum að hægt væri að nýta íþróttahús grunnskólanna með því að tryggja skólum og frístundastarfi forgang í tímabókum upphafi skólaárs fyrir þennan aldurshóp sem myndi vilja koma og stunda almenna hreyfingu. Keypt væri nokkur tæki, hlaupabretti, jógalínur og lóð og annað slíkt í þá íþróttasali sem það vantar. Það gæti verið hluti af frístundastarfi samanber opnun félagsmiðstöðva. Aðgangur væri gjaldfrjáls og opinn öllum þeim sem vildi nýta sér þetta á aldrinum 14 til 18 ára. Kannanir frá skólaheilsugæslunni sýna að meira en helmingur allra unglinga á aldrinum 13 til 14 ára hreyfa sig ekki nægilega mikið. Teljum við þessi tillaga myndi geta breytt því þannig að allir hafi gjaldfrjálsan aðgang að stað til almennrar íþróttaiðkunar nokkrum sinnum í viku.
Við teljum að það ætti að vera jafn aðgengilegt eins og annað félagslíf á vegum félagsmiðstöðva og skóla þar sem nauðsynlegt er að bæta hreyfingu þessa hóps. Þakka áheyrnina von og góð og skjót viðbrögð. Þá hefur Freyja Dögg Skjaldberg lokið máli sínu og borgarfulltrúi Þórgnýr Thóratsen næstur mælendaskrá. Forseti, borgarstjórn. Ég vil byrja á að þakka Freyju Dögg, fulltrúa í ungmennaráði Laugardals, Háleitis og Bústaða fyrir ágæta tillögu. Ég tel að það leiki enginn vafi á því að aðstöðumál til íþróttaiðkunar almennt hér í Reykjavík eru í heimsklassa. Aðstaðan sem í boði framúrskarandi og raunar kemur það fram í þeim könnunum sem gerðar hafa verið að þátttaka ungmenna í íþróttum með afbrigðum mikil hér í Reykjavík og raunar á landinu öllu. Að þessu sögðu þá verður það að segjast að brottfall mælist líka nokkuð hátt. Hugsanlega það vegna þess að ungmenni færa sig úr skipulögðu íþróttastarfi á einhverjum tímapunkti yfir í gimmið og kannski líka vegna þess að þau hrekjast úr íþróttastarfi vegna áherslu á keppni. Ég skal kannski láta það vera að dæmi það á eigin vegum. En í stefnu íþróttamál sem Reykjavíkurborg setti sér til ársins 2020 meðal annars fjallað ítarlega almenningsíþróttir. Það gert í ljósi þess að afreksíþróttaþjálfun höfðar ekkert til allra. Mín til dæmis. Helstu þættir sem litið til í þessari stefnumótun að, og kemur svona smá útlistun, íþróttafélögin móti sér þátttökustefnu sem að því að gera fólk á ólíkum aldri kleift að stunda íþróttir án áherslu á keppni. Að aðstæða fyrir almenningsíþróttir verði á sömu stöðum og starfsemi íþróttafélagana, að íþróttafélagin haldi utan almenningsíþróttaiðkun, að borgin haldi áfram vinnu við að samtengja hjóla og göngustíga til útivistar, að borgin setji upp útbúnað á völdum svæðum í borginni, svona svo úti æfingatæki og annað slíkt, og að stefnt verði á auknu aðgengi fólks að íþróttaaðstöðu. Sífellt fleiri félög hafa reynt að stofna almenningsíþróttadeildir og ég ætla að taka sem dæmi IR og Víking. Aukin aðkoma almenningsíþróttafélagunum mun að mínum mati einvörðungu efla þessar deildir og fjölga þeim möguleikum sem fólki býðst að taka þátt í. Það hefur ekki farið fram hjá neinum að uppbygging hjóla og göngustíga hefur verið mikil á undanförnum árum og á nokkrum svæðum hefur ennfremur úti æfingatækjum verið komið fyrir eða þau uppfærð. Hvað íþróttaaðstöðu varðar, að þá var mannvirkjavef IBR, Íþróttabandalags Reykjavíkur, komið á fyrir að verða 2 árum. En hann sett aðgengilegur á vefnum freestund.is. En þar hægt að fá yfirlit yfir aðgengilega íþróttaaðstöðu í Reykjavík og bókana til afnóta. Enn verið að bæta íþróttahúsum við, en staðreyndin einmitt að, eins og kom fram í tillögunni, að íþróttahús grunnskólana eru oft vannýtt og liggur því nokkuð á að koma þeim inn á vefinn til að fólk geti skráð tíma á sig með auðveldum hætti. Þetta að mínum mati eiginlega algjörlega stórkostlegt framfaraskref sem bara eftir að sækja sér veðrið. Frístundakortið ennfremur leið sem borgin fer til að tryggja aukin jöfnuð barna og ungmenna til að taka þátt í íþrótta- og tómstundastarfi. Hægt að nýta það fé á fjöldamörgum stöðum, bæði í Reykjavík og utan borgarmarka. Ennfremur var tekin ákvörðun á síðast ári að leyfa þeim sem verða 16 ára á árinu og eldri að nýta frístundastyrkin til kaupa á líkamsræktarkorti. Eins og ég kom inn á áðan, þá var ég eitt af þessum ungmennum sem ég fann mig ekki í keppnisíþróttum og gera það í raun og veru ekki enn í dag. En þess í stað þá stundaði ég einmitt ýmiss konar aðrar íþróttir, bæði útivist, klifur, hjólreiðar, brettaíþróttir og annað slíkt. Ég ger mér hins vegar grein fyrir mikilvægi þeirra greina sem keppt í, en það jafnframt mjög mikilvægt að það sé í boði afslappað keppnislaust andrúmsloft þar sem nákvæmlega það sem ég og margir aðrir einstaklingar sækjast eftir. En það alltaf hægt að gera betur. Það þarf að hlúa að jaðarsporti, almenningsíþróttum og nýjum greinum með því að hafa aðgengilegt en jafnframt sveigjanlegt fyrirkomulag á notkun þess rýmis sem til og að einmitt að búnaðurinn til þess að stunda íþróttir og hreyfingu á einum vegum sé til staðar.
Þessi tillaga þess vegna ágætis spark í rassinn ef svo má orðið komast og ég legg til að henni verið vísað til okkar í íþrótta- og tómstundaráði til frekara vinnslu, þar sem að þú mitt situr og getur fyllt henni svolítið á eftir vona ég. Ýmislegt nú þegar á góðum stað og annað ábyggilega ekki. Komum þessu bara hreint og hömrum járnið meðan heitt Þá borgarfulltrúi Þórgnýr Thoroddsen lokið máli sínu og þá það borið hér upp. Eru allir fundargestir hér inni í salnum? Nei. Við berum það upp að vísa tillögu þessari til meðferðar til íþrótta- og tómstundaráðs. Þeir sem að samþykkja það gefi merki. Það telst samþykkt samhljóma. Við göngum til 5. dagskrárliðar og tökum fyrir tillögu fulltrúa ungmennaráðs Vesturbæjar aukin atvinnutækifæri unglinga og þá tekur tillögu flytjandi Árdís María Ólafsdóttir fyrst til máls. Ágæti borgarstjóri, forseti borgarstjórnar og aðrir gestir. Ungmennaráð Vesturbæjar leggur það til að borgarstjórn samþykki að auka atvinnutækifæri ungmenna með því að gera ráð fyrir hlutastörfum á elliheimilum, frístundaheimilum, yngsta stigs grunnskóla og leikskólum á sumrin og fram á veturna. Með þessu væri verið að leysa atvinnuvandamál á þessum stöðum og skort á atvinnuaðstæðum fyrir ungmenni. Með því að bjóða upp á þessa möguleika myndi fleiri ungmenni sækja sumarvinnu þar sem fjölbreytileikinn myndi ná til fleira fólks og kveiki áhuga hjá mörgum ungmennum. Þessi hefðbundnu garðyrkjustörf eða vinnuskólinn sem eru í rauninni einu atvinnutækifærin sem ungmenni í 9. til 10. bekk fá henta ekki öllum og væri fjölbreyttara atvinnutækifæri þess vegna tilvalin. Einnig væri hægt að nota þessa möguleika til að kynna þessi störf fyrir ungmennum landsins og gætum við þá ungmennin velti fyrir okkur hvort þetta væri eitthvað sem við gætum hugsað okkur að gera sem fullorðnir einstaklingar. Hægt væri að kalla þetta eins konar starfskynningu. Að sjálfsögðu ekki nokkur maður ráðinn í þessi störf án atvinnuviðtals rétt eins og með öll önnur störf og þess vegna ekki hægt að segja að óhæfir aðilar gætu verið ráðnir. Þetta fyrirkomulag myndi í rauninni virka alveg eins og allar aðrar ráðningar í öll önnur störf. Það er að segja atvinnuviðtal, prufuvakt og lokum möguleg ráðning. Þannig að sjálfsögðu eins og ég tók áðan fram engin ráðinn sem hefur ekki hæfni til þess. Lagt til að starfsmöguleikarnir verði einnig í boði fyrir ungmenni í 8. bekk. Ég held að þessi hugmynd gæti gert margt fyrir samfélagið og bætt það til eins betra. Takk fyrir. Þá hefur Árdís María Ólafsdóttir lokið máli sínu og borgarfulltrúi Örn Þórðarsson næstur á mælendaskrá. Forseti, ágæta borgarstjórn og ágæta ungmennaráð Reykjavíkur. Ég vil byrja því að þakka fyrir áhugaverðar og vandaðar og vel ígrundar tillögur sem að hingað til hafa framkomið. En þessi tillaga aukin atvinnutækifæri unglinga með því að gera kleift að fá hlutastörf á til dæmis elliheimilum, skólum og leikskólum finnst mér alveg sérstaklega góð. Starfsnám á þessum toga ekki bara til þess að aðstoða starfsstaðina vegna manneklu sem ekki veitir af eins og við vitum, heldur gefur þetta unglingum tækifæri til að kynnast ýmsum störfum og getur hugsanlega vakið áhuga þeirra líka á að mennta sig síðan meir til þessara starfa. Tilraunaverkefni var starfsnám unglinga á frístundaheimili fyrir nokkrum árum en með þessari tillögu hér í dag hægt að festa það í sessi. Skýrslu var skilað þetta tilraunaverkefni sem var í frístundamiðstöðinni í Gufunesbæ og að gera að leita í þá smiðju til að koma verkefninu sem fyrst af stað. Við sjálfstæðismenn höfum flutt nokkrar tillögur á undanförnum árum fjölbreytileika í störfum á vegum vinnuskólans og eins að 8. bekkingar fái vinnu yfir sumartímann. Áhugasvið unglinga eru margbreytileg og þess vegna mikilvægt hvort sem við erum að ræða vinnuskólan eða starfsnám að hafa fjölbreytileikann í starfsvali
eins og þessi tillaga gerir ráð fyrir. Ég þakka tillöguflytjanda fyrir góða og vel rökstudda tillögu og vonast til þess að hún fái brautargengi á fundinum. Þá borgarfulltrúi Örn Þórðarson lokið máli sínu og borgarstjóri óska eftir því að taka til máls. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil hrósa tillöguflytjanda fyrir skorinásta tillögu og borgarfulltrúa Erni Þórðarsyni fyrir vel rökstudd viðbrögð og legg til að tillögunni sé vísað í borgarráð, þannig að þar sé þetta fylgja henni eftir. Þá hefur borgarstjóri lokið máli sínu og við berum þá málsmeðferð þessarar tillögu upp að vísa henni til meðferðarinn til borgarráðs. Þeir sem að samþykkja það gefi merki. Það telst samþykkt samhljóma. Við tökum fyrir 7. mál á dagskrá sem tillaga fulltrúa ungmennaráðs Árbæjar og Holta viðbragðsáætlun við kynferðislegu ofbeldi og áreitni í skóla- og frístundastarfi. Þá taka Eydís Helga Viðarsdóttir og Kristín Lára Torfadóttir til máls. Báðar í einu, takið eftir því. Borgarstjóri, virðulegi forseti, Reykjavíkurráðsmeðlimir, borgarfulltrúar og aðrir fundargestir. Undanfarna mánuði hefur verið mikið rætt í fjölmiðlum kynferðislegt ofbeldi og áreitni þar sem fórnarlömb hafa verið að stíga fram og segja sögur sínar undir myllumerkinu MeToo. Augu margra hafa loks opnast í framhaldi af þessari umræðu og eins og sjá má þetta mikið algengara og alvarlegra en flestir gera sér grein fyrir. Átakið Sjúk ást fór í gangi í febrúar þar sem verið var að upplýsa unglinga óheilbrigð sambönd. Við fögnum þessari umræðu en viljum taka hana á annað stig. Við viljum að allir þeir sem verða fyrir ofbeldi eða áreitni geti auðveldlega nálgast upplýsingar það hvert þeir geta leitað og hvað gerist í kjölfarið. Kynferðisleg áreitni og ofbeldi á sér stað óháð stétt, stöðu eða aldri. Mismunandi stéttir hafa komið fram og sagt sögur af áreitni og ofbeldi þar að leiðandi má leiða líkur að því að áreitni eða ofbeldi eigi sér einnig stað innan veggja skóla eða félagsmiðstöðva. Við í ungmennaráði Árbæjar og Holta vorum á hugarflugsfundi þar sem vorum að skoða hvað okkur fannst ábótavant í lífi barna og unglinga í dag. Ein af okkur hóf þá umræðu kynferðisofbeldi sem hún hefði orðið fyrir af hálfu samnemanda. Þegar hún leitaði til skólans blöstu fá svör við henni. Skólinn vissi ekki hvernig best væri að taka á málunum og endaði málið þannig að stúlkan fór í annan skóla. Stelpan hefði óskað þess að eitthvað hefði verið til þetta hjá skóla, aðgerðaáætlun eða eitthvað sem hægt væri að fylgja eftir, upplýsingar hvert hún ætti að leita og við hvern væri hægt að tala. Hún hefði óskað þess að kennarar, námsráðgjafar eða aðrir starfsmenn hefði haft meiri þekkingu á því hvernig ætti að bregðast við. Við ræddum lengi í kjölfarið þetta og komumst að því að erfitt væri að nálgast slíkar upplýsingar. Kynferðislegt ofbeldi innan veggja þessara stofnana, hvort sem af hálfu jafnaldra eða starfsmanna, enn jafn duldara en á öðrum stöðum. Það ekki mikið til að gögnum eða rannsóknum af kynferðislegu ofbeldi á þessum vettfangi. Kannski það vegna þess að þetta svo dulið og oft segja fórnarlömb ekki frá ofbeldinu fyrr en löngu seinna. Gæti það hugsanlega verið vegna skorts á upplýsingum hvert hægt að leita og hvað gerist ef maður segir frá. Þið hugsið kannski, hvers vegna leita fórnarlamba sér bara ekki hjálpar? Eða segir fjölskyldumeðlim, vin eða mannesku sem einstaklingur treystir. Það gæti hugsanlega verið vegna þess að okkur kennt að þetta sé okkur að kenna að við hefðum ekki átt að mæta á staðinn, vera svona klædd og hvers vegna við sögðum ekki nei. Í mörgum tilfellum frýs einstaklingur úr hræðslu og kemur ekki upp orði. Þó manneskjan segir ekki nei, það þýðir ekki að hún hafi gefið leyfi fyrir því sem að gerast. Það eitthvað sem fáir skilja og fleiri þurfa að læra. Þetta dæmi skort á upplýsingum. Því miður eru þessar upplýsingar eins og staðan núna ekki nógu aðgengilegar. Við fórum inn á heimasíðu margar skóla á höfuðborgarsvæðinu. Við fundum bara eineltisáætlanir sem voru ávallt mjög sýnilegar og góðar, en ekkert var til efni sem snýr að þessu. Okkur finnst það sorglegt að málin skuli standa svona þegar kynferðislegt
ofbeldi og áreitni eru jafnvel enn algengari en einelti. Tölur sýna að 1 af hverjum 5 stelpum og 1 af hverjum 10 strákum verða fyrir kynferðislegu áreitni eða ofbeldi á lífsleið sinni. Þetta þýðir að í hverri kennslustofu eru börn sem þjást í hljóði vegna kynferðislega misnotkunar. Í ljósi þess hversu algengt þetta í okkar samfélagi, þá ótrúlegt að ekki skuli vera aðgengilegt efni þennan málaflokk. Á meðan við gerum ekkert, þá gerist ekkert. Börn verða að hafa tækifæri og þekkingu á því hvert þau eiga að leita. Þess vegna teljum við það mjög mikilvægt að nemendur geti nálgast upplýsingar verkferla á heimasíðum skólana og félagsmiðstöðva. Við teljum að það gæti hjálpað mörgum og jafnvel leitt til þess að einstaklingur sem hefur orðið fyrir kynferðislegu áreitni eða ofbeldi leiti sér aðstoðar í staðinn fyrir að byrgja inni vanlíðan og jafnvel skömm til margra ára. Mörg ykkar þekkið eða kannist við einstakling sem hefur orðið fyrir kynferðislegu ofbeldi eða áreitni. Kannski ertu foreldri, frændi, frænka, afi eða amma, barn sem hefur verið misnotað eða ef til vill ertu starfsmaður sem lætur sig málið varða. En hver sem þú ert, þá viljum við kæra borgarstjórn að þið samþykkið það að fela skóla- og frístundasviði Reykjavíkurborgar að búa til aðgengilega viðbragðsáætlun við kynferðislegu ofbeldi og áreiti fyrir grunnskóla Reykjavíkur og frístundamiðstöðva. Þessi áætlun skal liggja samþykkt í borgarstjórn og á að vera sýnileg á heimasíðum skóla- og frístundamiðstöðva tímanlega fyrir skólaárið 2018 til 2019. Þá hafa Eydís Helga Viðarsdóttir og Kristín Lára Torfadóttir lokið máli sínu og þá tekur borgarfulltrúi Líf Magneuðdóttir næst til máls. Ágæti forseti og virðulega borgarstjórn sem nú enn virðulegri með aðkomu ungmennaráðsins og kæru gestir og áhorfendur. Ég segi bara já. Við ætlum að samþykkja þessa tillögu og við ætlum að vísa henni til borgarráðs til útfærslu. Vegna þess að lykilatriði hér og í allri þessari umræðu í MeToo eru upplýsingar og við tölum saman. Og það þannig að á vettvangi borgarstjórnar þá berum við ábyrgð. Við berum ábyrgð á öllum okkar starfsstöðvum og við berum ábyrgð á börnum sem stunda íþróttir, sem að sækja sér menntun. Við berum ábyrgð á þessu öllu saman. Og hér á síðasta fundi borgarstjórnar þá get ég sagt ykkur glöð í hjarta að við samþykktum aðgerðaráætlun sem að felur í sér 12 mjög viðamiklar aðgerðir hér á vettvangi borgarstjórnar, bæði sem snerta stjórnmálamenn, sem sagt borgarfulltrúa, kjörna fulltrúa, skjólstæðinga borgarinnar, starfsmenn borgarinnar og svona mætti lengi telja. Við berum ábyrgð. Það þannig að ofbeldi það þrífst í skugganum og við þurfum að draga þetta allt saman fram í dagsljósið. Og ég þakka því Eydísi Helgu Viðarsdóttur og Kristínu Láru Torfadóttir fyrir að halda þessu á lofti. Við megum ekki láta deigan síga í þessari umræðu og aðgerðum sem að fylgja. Þannig að mig langar aðeins að þegar tíminn naumur þá ætla ég að fara bara rétt yfir nokkrar aðgerðir sem við samþykktum á vettvangi borgarstjórnar síðast sem að snerta beint ykkar tillögu, eða tillögu Eydísar Helgu Viðarsdóttur og Kristínu Láru Torfadóttur. Og það meðal annars það að fræða börn og ungmenni og allt starfsfólk Reykjavíkurborgar. Opinskátt ofbeldi ein af þeim tillögum sem við samþykktum. Þannig að ofbeldisvarnarnefnd mun kalla eftir upplýsingun þjálfun fólk sem vinnur með börnum í borginni og skoða hvort hraða þurfi innleiðingu verkefnisins opinskátt ofbeldi og eftir vill útvíkka. Við þurfum að ná til allra. Svo höfum við líka samþykkt stuðning við íþróttahreyfinguna, hvernig íþróttahreyfingin geti best brugðist við ef uppkoma mál sem varða kynferðislegt áreitni og annað misferli gagnvart iðkendum. Hér búum við margvíslegri þekkingu, skrifstofa mannréttindamála til dæmis ætla ég að nefna hér og ofbeldisvarnarnefnd sem að þessi borgarstjórn samþykkti að setja á laggirnar. Þannig að við erum að setja þessi femínísku mál á dagskrá, við eigum að tala það hér í borgarstjórn og gera sem mest af því. Þannig að við ætlum að veita stuðning við íþróttahreyfingunar en við ætlum líka að skoða hvort við getum komið upp gátt fyrir börn. Þannig að börn geti látið vita með bara beinum hætti áreitni eða ofbeldi í sínu umhverfi.
hvort sem þau eru í skóla eða íþróttum, tónlist eða hvar sem og við ætlum að skipa starfshóp sem að útfærir þessa hugmynd. Við höfum líka hér á vettvangi borgarstjórnar samþykkt mannréttindastefnu sem er afbragðsgóð. Hún miðar að því að uppræta alls konar staðalmyndir, fordóma, bæði gagnvart hinsegin fólki og bara ýmiss konar. Og það líka þannig að við þurfum alltaf að vera að skoða valda misræmi í samskiptum fólks. Þannig að kynning og mannréttindastefnunni einnig liður í okkar aðgerðaráætlun og það þarf að gerast á öllum starfsstöðvum borgarinnar og þar með talið í grunnskólum. Og svo þurfum við auðvitað að fara yfir allar verklagsreglur og viðbragðsáætlanir og tryggja að það nái yfir áreitni og ofbeldi og uppfæra þær eftir atvikum. Og það kannski það sem að tillöguflytjendur hafa verið að kalla eftir, hvernig þetta getur verið líka sýnilegt í umhverfi barna og ungmenna, hvert þau geta leitað ef þau verða fyrir einhvers konar ofbeldi. Og hér hefur mikið verið að tala til dæmis eins og einelti sem auðvitað hluti af þessu líka og þarna þurfum við vissulega að gera mun betur vegna þess að það á enginn að þurfa að þola ofbeldi í sínu daglega lífi. Og þetta þurfa að leggjast á eitt við það að uppræta hér í borginni. Svo verður farið í ítarlega fræðslufundi með öllum þeim sem að bera ábyrgð á þessum málum. Og þetta þykir mér mjög mikilvægt og við skulum aldrei þreytast við það að tala þessi hluti og draga það fram í dagsljósið. Þannig að ég þakka ykkur kærlega fyrir þessa tillögu og við ætlum einfaldlega bara að samþykkja hana og svo ætlum við að vísa henni til útfærslu. Þá borgarfulltrúi Líf Magnúðardóttir lokið máli sínu og við berum tillöguna upp. Þeir sem að samþykkja tillöguna gefi merki. Hún telst samþykkt og henni vísað til meðferðar inn í borgarráð. Þá komið að síðasta dagskrárlið sem tillaga fulltrúa í ungmennaráði Grafarvogs endurbætur á einkunnakerfi í grunnskólum. Og þá tekur tillöguflytjandi Ebba Kristín Ingvadóttir fyrst til máls. Ágæti borgarstjóri, forseti borgarstjórnar og aðrir gestir. Það sem ég ætla að ræða núna námsmatskerfið í grunnskólum á unglingastigi eða nýja einkunnakerfið ABC. Það var árið 2013 sem menntamálayfirvöld gaf út nýja aðalnámskrá með greinasviðum fyrir grunnskóla. Í henni voru ítarlegar upplýsingar nýtt einkunnakerfi, svokölluð matsviðmið, sem stóðu fyrir einkunnirnar A, B og C. Ég ekki hérna til þess að leggja til að kerfinu sé breytt aftur yfir í tölustæfi, heldur ég sem nemandi komin til þess að segja ykkur hvað ég til vera að og hvað hugsanlega hægt að bæta. Í fyrsta lagi óska ég eftir því að kennarar í Reykjavík fái meiri stuðning frá fræðsluskrifstofu Reykjavíkur. Því ég tel að sveitarfélögin sem reka grunnskólana þurfa að sýna meiri stuðning þegar svona veigamiklar breytingar eru gerðar á einhverju í skólakerfinu. Það hlutverk sveitarfélagsins að styðja skólana með öllum mætti í svona breytingum og innleiðingu. Ég tel að þar hefði mátt gera miklu betur okkur nemendum til hagsbóta. Ég ætla í máli mínu að fara yfir nokkra þætti sem við teljum að hafa áhrif á okkur nemendur. Í fyrsta lagi það vandi hvað í raun fáir kennarar kunna á þetta einkunnarkerfi. Kennarar þurfa að kunna og skilja kerfið svo þeir geti gefið réttmæta einkunn. Það líka þannig að B nær yfir langt bil og B hjá einum nemenda ekki það sama og B hjá öðrum. Því eina sem B segir okkur að nemendur sem fá B teljast hafa náð hæfniviðmiðum námskrár, en skalinn þar ansi breiður. Svo eru það einkunnir B+ og C+. Það eru engin matsviðmið í námskrá eða textalýsing fyrir þær einkunnir og nota kennarar því þær einkunnir síður. Mjög erfitt átta sig á því hvar maður stendur í náminu og lítið pláss að átta sig hvort maður sé að bæta sig. Við teljum ábyrgðina liggja hjá sveitarfélögunum sem reka skólana. Það þeirra að styðja skólastjóra og kennara til að skilja breytingar sem menntamálayfirvöld leggja til og það sveitarfélagsins að krefja yfirvöld skýrari leiðbeiningar og innleiðingaráætlun ef það vandamálið. Það sem við leggjum til að mynda rýnihóp með ungmennum, kennurum og yfirstjórnendum í grunnskólum og kortleggja stöðuna á innleiðingu á nýju námsmatskerfi í skólum. Það þarf að fara yfir það hvernig til hefur tekist. Það þarf að spyrja nemendur og kennara hvernig þeir hafa upplifað þessar breytingar. Kennarar eru oft óöruggir og kunna ekki á kerfið sjálfir, því innleiðingin fór í gang svo seint, alls ekki nógu markviss og fræðslan ekki nóg.
Það krefst mikillar hæfni að semja hæfnimiðuð próf og verkefni og það öðruvísi en að búa til próf sem prófa þekkingu. Lausnin gæti einnig verið að vera með meiri fræðslu og kenna kennurum og nemendum á kerfið. Einnig mikilvægt að kynna kerfið tímalega fyrir nemendum í 7. bekk áður en þau þurfa að nota það eða fara að fá einkunnir í þessu nýja kerfi. Svo einnig spurning hvort þetta verði bara á unglingastigi eða mun þetta fara á endanum yfir á mið- og yngstastig. Því nú það þannig að í mörgum skólum eru tölustafir frá 1. til 7. bekk og svo ABC-kerfi í unglingastigi og svo aftur tölustafakerfið í framhaldsskólum. Nú liðin 3 ár síðan kerfið var sett á, við nemendur spyrjum því hvert framhaldið. Þá Ebba Kristín Ingvadóttir lokið máli sínu og borgarfulltrúi Líf Magneuðdóttir næst á mælendaskrá. Ágæti forseti, góða borgarstjórn, ungmennaráð og aðrir gestir, borgarfulltrúar. Já, ég þakka tillöguflytjendum kærlega fyrir þessa tillögu vegna þess að þetta búið að vera pínu hausverkur bæði hér á vettvangi borgarinnar en líka út í skólanu, veit ég. Og það er alltaf flókið að innleiða ný kerfi. Og ég líka sammála tillöguflytjenda að við ætlum ekki kannski að endurskoða kerfið og fara aftur í tölustafi, heldur þurfum við einhvern veginn að samræma þetta þá innan hver skóla. Og við viljum einnig varðveita sjálfstæði skólana, þannig að þetta sé allan að samræmt innan hver skóla og það sé upplýsingagjöf bæði til nemenda hvað til hvers ætlast af þeim vegna þess að þetta eins og tillöguflytjandi sagði, þetta eru hæfnisviðmið, það ekki verið að reyna kannski þekkingu eða prófa þekkingu, heldur þetta annars skoða eins og tónninn var lagður í aðalnámskráni 9 og samþykkt 2011. Þannig að þetta vissulega snúið mál. Við höfum ákveðið að vísa þessu inn til skóla- og frístundaráðs til frekari skoðunar. Það eru ágætis hugmyndir sem að koma hérna varðandi rýnihópana til dæmis, en vissulega höfum við líka hér á vettvangi borgarinnar farið í mjög víðtækar aðgerðir til þess að kynna þetta fyrir kennurum og í samstarfi við mjög marga. Til dæmis þá hefur Menntamálaráðuneytið og Menntamálastofnun staðið fyrir fræðslufundum námsmat við Skólameistarafélag Íslands og skólafrístundasvið hefur staðið fyrir opnum fundum breytt námsmat fyrir grunnskólana og svo hafið þetta samtök sveitafélagana á höfuðborgarsvæðinu staðið fyrir fundaröðu námsmatið, þannig að það víða mjög mikið gert en það má alltaf gera betur. Við eigum að gera betur vegna þess að ef það óöryggi bæði í skólakerfinu og meðal nemenda þá þetta ekki alveg skýrt og það þurfum við að skýra. Þannig að auðvitað öll endurskoðun á einkunnakvarðanum ABCD í höndum Menntamálastofnunar, við ráðum engu þar en það ýmislegt sem við getum gert hér á vettvangi borgarinnar sem ég tel að við eigum að gera og því ég með þá málsmeðferð að vísa þessu inn til skóla- og frístundaráðs til frekari skoðunar og vonandi úrbóta. Þá borgarfulltrúi Líf Magneuðdóttir lokið máli sínu og við berum málsmeðferðina upp að vísa tillögu þessari inn til skóla- og frístundaráðs til meðferðar. Þeir sem að samþykja það gefi merki. Það telst samþykkt samhljóma. Þá liggur ekki fleira fyrir á þessum fundi. Ég vil þakka ungmennaráði Reykjavíkur sérstaklega vel fyrir skemmtilegan og góðan fund. Þá gæti ég hugsa að borgarstjóri verið kannski ljúka, ég veit ekki. Gjörðu svo vel. Forseti, ágæta ungmennaráð, borgarfulltrúar. Ég vil að endingu fyrst og fremst fá að þakka fyrir vel undirbúnar ræður, góðan rökstuðning og frábæra tillögur. Ég held að ég tala fyrir munn allra sem eru hér úr borgarstjórn að það hefur gefið góða raun að það sem gerist núna eftir þennan fund að tillöguflytjendur og jafnvel einhverjir aðrir úr ungmennaráði verði sjálfir kallaðir inn í viðkomandi ráð til þess að fylgja málunum eftir. Við sáum það eftir að við fórum að nota það verklag að þá þessu fylgt eftir að fullum þunga. Og ég vona að þið gefið ykkur tíma til þess, hittir ráðin sem fara með viðkomandi málaflokka, farið yfir tillögurnar, getur þá rætt við viðkomandi sérfræðinga og embættismenn sem sitja jafnframt fundi ráðana og þannig fylgt þessu alveg til enda þannig að það misskilist ekkert í því hvernig þið voruð að hugsa þetta
og þá er þetta eiga líka uppbyggilega orðaskipti næstu skref. Endingu vil ég bara ítreka þakkir til ykkar og líka annara úr ungmennaráðunum, víðsvegar á borginni sem ég sé hér á pöllunum. Við erum stolt af ykkur. Þá er borgarstjóri lokið máli sínu. Ég vil minna fundargesti á það að hér er boðið í lok þessara fundar upp á léttar veitingar hér í borgarráðsherberginu. Ég segi takk fyrir og góða ferð og takk fyrir að kjósa Reykjavík. Þessum fundi slitið 25 yfir 4.